Óli geggjaður sigur hérna í DHL núna, hvað er svona fyrstu viðbrögð eftir leik? Bara ég er fáránlega stolt af stelpunum mínum. Það er bara, við fórum eftir gameskipulaginu, eða leikskipulaginu alveg frá byrjun til enda og kannski hökti smá, en já, ég er bara hrikalega stolt af þeim. Það var kaflaskiptur leikur en svona, má segja að rennið hafi verið ykkar inn í lokin, má ekki segja það? Jú, það má alveg segja það. Við ætlum okkur að vinna þennan leik og við börjumst fyrir einhverjum einustu bolta, við vorum geggjaðir í vörn, náðum að stoppa Orlu og Kiönu, sérstaklega í fyrri hálfleik, en þá fór Vilma bara í gang, en þá þurftum við að stoppa hana líka og já, þær voru bara tókuð þetta á sigli og ég er svo stolt, ég get ekki sagt annað. Eins og þú segir, þessi lokamínútur náttúrulega sýnir kannski karakter líka hjá þínum konum að hafa klárað þetta. Nákvæmlega, fyrir svona ungt lið, við erum eina liðið án Kana í deildinni núna og nú erum við búin að vinna 3 leiki í röð að gegn toppliðum í rauninni og kannski fyrir utan Skallagrim, en ég hef alltaf haft þess að trúa á þessu liði og við erum bara, nú erum við að hlaupa, við erum snöggar, við erum góðar í vörn, við vinnum saman og já, við erum bara að hafa gaman. Ég meina tímabilið okkar er ekki búið, það þýðir ekki að gefast upp þó við séum ekki fyrir úrslitakeppnina og við hættum ekki fyrir það búið. Eftir að þið látið Kana fara þá verið sliðið bara að vera samheldnara og leikmenn eins og Eva eru að stíga upp? Já, nákvæmlega. Þetta var náttúrulega erfitt að missa Lili, mjög erfitt og við söknum hennar mikið en ég er búin að vera að predika allt tímabilið að mótlæti gerir þig betri og þegar einmitt eitthvað svona, það sem er undið að búa þér fyrir að þegar eitthvað erfitt gerist þá stíga þær upp í staðinn fyrir að brotna niður. Þannig að við erum bara að vinna í því að vera betri með hverjum deginum og sterkari með hverju mótlætinu sem við fáum.